Komið sæl. Í dag hefur verið dálítil úrkoma með köflum á suðaustur og austurhluta landsins en létti víða til, bæði norðan og vestan til og þessi mynd var tekin hádegi í dag með vefmyndavél á Hveravöllum og þar sjáum við að það var orðið léttskýjað en einnig er hægt að sjá að það er óvenju snjólétt á hálendinu þetta leyti. En hjá okkur er það sem stýra veðrinu hæð hér fyrir norðanland en lægðir hér suður af okkur, ýmist suður af Grænlandi eða fyrir sunnan Bretlandseyjar og þróunin á þessu næsta sólarhringinn er ekki ýkja mikil. Við verðum áfram í austlægum vindi, strekkingsvindur allra syðst en hægari norðan til og dálítil úrkoma með köflum á suðaustur og austurhluta landsins. En það fór niður í vægt frost á Norðurlandi síðastlina nótt, 0,6 stiga frost á Sauðakróki en hitinn í dag komst upp í 8 stig bæði á suðvestur og Suðurlandi. Og mesti vindhraðinn var við suður og suðaustur ströndina á Fagurhólsmýri og Stórhöfða. Og ef við skoðum svo hitasviðið þá er ekki að sjá mikla breytingar heldur á því. Við verðum áfram í tiltölulega svölum loftmassa og það má reikna með að það verði víða vægt frost inn til landsins bæði norðan og vestan til í nótt en hitinn á morgun gæti náð 7 stigum bæði sunnan og vestan til þar sem best lætur. Og ef við skoðum hér úrkomu, vind og skýjahulu í kvöld og fram til hádegis á morgun, þá er úrkoma með köflum hér á suðausturhluta landsins, strekkingsvindur hér allra syðst en hægari vindur á norðausturlandi og einhver él eða slydduél verða hér af og til á austurhluta landsins, en nokkuð bjart veður vestan til. Og miðjandag á morgun verður staðan á þessa leið nokkuð bjart veður víða norðan og vestan til og vægt frost inn til landsins norðanvert landið en skýja með köflum á austur- og suðurhluta landsins og dálítil él eða skúrir. Og hitinn verður svona frá frostmarki hér sunnan og vestan til og upp í 6-7 stig. Og fram til sunnudags er ekki mikla breytingar að sjá, þó verður heldur meiri úrkoma hér tíma, annað kvöld og fram á sunnudagsnótt og einhver væta gæti einnig orðið af og til vestast tíma en hér austan til er einnig reikna með einhverjum éljum eða skúrum. Og á sunnudag er útlit fyrir að verði áfram nokkuð svalt norðanvert landið en hitinn svona frá frostmarki og upp í 5 stig hér bæði sunnan og vestan til og yfirleitt þurrt á vesturhluta landsins en skúrir eða él hér á suðaustur og austurlandi. Og til mánudags gerast ekki mikla breytingar hjá okkur áfram verður austanátt, strekkingsvindur hér allra syðst en hægari vindur annar staðar, áfram él með austurströndinni og eitthvað inn á hérað og skúrir hér við suðurströndina en yfirleitt þurrt annar staðar. Og fram til þriðjudags þá er helst að sjá að það hversi lítið eitt hjá okkur, einhver væta verður þá með norðurströndinni en áfram él eða skúrir við austurströndina og hitinn breytist ekki mikið. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er útlit fyrir að það verði stöku él í Kaupmannahöfn á morgun og hitinn í kringum frostmark. Annars er útlit fyrir að verði víða frost í Svíþjóð, skúraloft víða á Bretlandseyjum og einnig hér óstöðugt loft suður við Miðjarðarhaf og hitatölur ekki ýkja háar. Og á Íberíuskaga er helst að sjá að það verði skúraloft í Portúgal og þar hefur til að mynda verið vara við snjóéljum inn til landsins fyrir norðan Portó. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði hitatölur svona frá 15 og upp í 18 stig á morgun en yfirleitt nokkuð bjart veður. Og í Norður-Ameríku þá er víðáttumikið hæð hér, suður af vötnunum miklu en úrkomusvæði hér sunnar og það er tiltölulega kalt víðast í álfunni og norður í Kanada þá er hægt að sjá að það verður til að mynda 24 stiga frost í Winnipeg á morgun. Og hjá okkur er útlit fyrir austlæga átt á morgun, úrkoma með köflum á suðaustur og austurlandi en nokkuð bjart og fallegt veður víða norðan og vestan til. Verið sæl.